Komið sæl, þá það tími 2 í þessum kafla. Við ætlum að halda okkur aðeins lengur við hallatölu og skurðpunkt. En í síðasta myndbandi vorum við að lesa úr grafi og tengja þetta myndrænt saman. En það sem við ætlum að gera núna er að reikna út hallatölu og skurðpunkt út frá þá 2 punktum í stað þess að lesa úr grafinu. Við fórum nokkuð vel yfir þetta í bók nr. 5 í fyrsta kaflanum þar. Þannig að ég ætla að renna yfir glósurnar sem ég hendi í myndbandi þar, en fara kannski hraðar yfir núna. Og ef þessu upprifjun núna dugar ekki til, þá mæli ég með því að þið fletti upp á þessu myndbandi aftur á vefskólanum. Þar aðeins ítarlegar farið í þetta, eða hægar yfir. En við erum semst með 2 punkta núna, við ætlum ekki að teikna þá inn á graf til að geta lesið út. Við ætlum bara að finna jöfnulínunar með útreikningum. Það fyrsta sem við gerum er að finna hallatöluna og hana er hægt að reikna með þessari formúlu hér. Það er að segja að í teljara finnum við breytingu á y-gildunum sem eru þá 1 og 5 og í nefnara finnum við breytingu eða mismun á x-gildunum sem eru 0 og 2. Þannig að með að setja inn í þessa formúlu þá fáum við í teljara 5 minus 1 sem er hérna y-gildin og í nefnara er það 2 minus 0 sem er x-gildin. Hallatalan er þess vegna 2. Þá vitum við, ég gæti byrjað að setja fram jöfnu fyrir beina línu sem er svona y er jafnt og hallatalan 2 sinnum x og svo kemur það pluss einhver skurðpunktur. Nú er bara seinni hlutin á dæminu. Hann felur það í sér að reyna að finna hver þessi skurðpunktur er og það ætlum við að gera með útreikningum líka. Hallatalan er komin, hún er hérna og nú ætlum við að finna skurðpunktin. Og það sem við vitum að jafna fyrir beina línu er alltaf á þessu formi hér eins og ég var að rissa upp. Þannig að við erum komin með y er jafnt og 2x hérna og svo pluss skurðpunktur. Að við getum notað annarkvort punktinn, annarkvort þennan punkt hér og nota þá x og y-gildið þar eða þennan punkt hérna. Það skiptir engu máli hvort punktinu við veljum, við þurfum bara að velja annarkvort. Fyrri talan er þá x gildi í þessum punkti og aftartalan er y-gildi. Við setjum það inn í staðinn fyrir x og y hérna í þessari jöfnu. Og þá koma inn tölur í staðinn fyrir bókstafina. Hallatalan, við vorum að finna hana, hún er 2. Þannig að eina sem er þá óþekkt í þessari jöfnu er skurðpunkturinn. Og með því að setja þetta hérna inn, 5 í staðinn fyrir y, 2 í staðinn fyrir hallatöluna, hinn-tvistinn í staðinn fyrir x-ið sem er þá þessi tvistur hér og 5-an sem er hérna niður er sjálfsög þessi 5 hér. Þið sjáu að eina sem okkur vantar er s-ið hér, það er skurðpunkturinn. Og til þess að þetta gangi upp þá verður skurðpunkturinn að vera 1 af því að 2 sinnum 2 eru 4 og 4 pluss 1 er jafnt og 5 og þá get ég klárað að setja fram jöfnuna. Hér er ég semst að leysa hana og finna að skurðpunkturinn er 1 og jafna lítur þá svona út. Y er jafnt og 2x pluss 1. 2x af því að hallatalan er 2 og pluss 1 af því að skurðpunkturinn er 1. En eins og ég sagði, þetta var vonandi ekki of hratt farið yfir, dugar sem upprifjun, en annars vísa ég þá á fyrra myndbandi þar sem ég fór aðeins hægar yfir þetta. En gangi ykkur vel og takk fyrir mig.